Og það einmitt það sem við ætlum að fara í núna. Það hann Júlli hjá, eða í veiðikofanum. Og hann, Júlíus Gunnlaugsson heitir hann fullunarni, svo ég hafa það rétt, og Hrafn Ágústsson, þeir félagar, þeir voru í brúaránni fyrir nokkurum dögum og þetta á sem kannski ekki margir þekkja en reyna samt sem áður. Þetta jú önnur vatnsmesta bergsvats á landsins og hún Lindará og rensli mjög jafnt eða 67 rúmmetrar á sekundu og það hérna bæði hægt að setja í lax og silungastöng. Silungurinn bæði sjógenginn og staðbundinn, hálft til 1,5 kíló. En svo það bara stóra spurningin, hvernig á maður að bera sig að í þessari á og hann Júlíus Gunnlaugsson á línunni. Heill og sæll. Já, hæ. Júlli í veiðikofanum? Flugukofanum? Já, ég ætla að segja það. Já, nákvæmlega. Brúará, þetta eins og við sagði, þetta æðislegt svæði, margir sem vilja fara þarna og reyna en margir sem núlla. Já, núli mjög vinsælt. Já, þið félagar, þú og Hrafn, þið fóruð þarna á dögunum og fengu nokkra bleikjur. Já. Mér langar bara að spyrja, hvernig best að bera sig? Hver galdurinn? Þetta reyndar sko, þetta núna mjög erfið, það rétt hjá þér og hérna, eins og ég segi, margir núlla. En þetta nokkur atriði. Það óbúslega viðkvæm á og flugurnar, tökuvari. Þú setur það upp að vera með tökuvara eða? Já, þegar svona fyrir að hlýna meira, þá ger ég það. Það hérna, ástæðan fyrir að margir núlla kannski að þeir fari ána og vaða kannski beint úti. Bleikjan þegar hlýtt þá bleikjan kannski nær landi, hún í fæði, það klak í gangi. Já. Gott að hafa tökuvara vegna þess að hérna, kannski bleikjan búin að taka fluguna þrisvar og skirpin út úr sér og þú finnur ekki fyrir því sko. En svona þau hörðustur sleppa tökuvaranum og vilja fá þetta beint í hendurnar, tilfinninguna, sem bara mjög gott. Já. Já, hún erfið. Það eru nokkur staðir sem mjög gott að veiða og líka mjög viðkvæmir. Eins og sé ástæðan fyrir margir núlla kannski þeir fara og vaða úti og henda öllu út og ægilega spenntir. Ægilega spenntir og fá ekki högg. Og hérna, þannig að ástæðan fyrir að miðast þess á æðislega. Ég núlla í nokkur ár og síðan svona krakkaði með ána, sko, maður svona fattaði hvað var að gerast og söður sem hann reynda búin að veiði inn í fjöldamörg ár. Og mikil reynslæðin á Suðurnesjunum í þessu á og menn núlla ekkert alltaf sko hérna á Suðurnesjunum. Þannig að mér finnst hún búin að vera betri í fyrra, núna og kannski árið þar á undan. Já. Það búin að vera betri. Þeir hafa einmitt verið að tala það að bleikjan núna fyrsta svona öll að koma til í þessari á. Já, vel haldin, mjög vel haldin. Datt niður á tímabili? Já, passar. Þannig að þetta er alltaf uppleið. Já, hún vel haldin og það kom mér mjög óvart að Hrafni tók þarna 4 bleikjur. Ansi vel í holdum og hérna og virkilega gaman og glatti mig mjög. Heldur betur. Og við sleftum náttúrulega bara, við erum með þannig pólinn á þessu, við verðum náttúruna og hérna allt til að fá sér í svoði en hérna í svona á bara fyrir okkur mikilvægt að sleppa og hérna koma öll til náttúruna. Hvernig með svona í vorviðinni? Er betra að vera með minni flugur eða? Nei, mér finnst betra að vera með stærri. Já. Stærri flugur í meiri kulda, það hefur virkað og eins og hérna leið á hlýnar 0,5 gráðu. Já. Þá fer að sjá flugu. Jú. Þá púpunum að koma upp og þetta gerist mjög hratt. Þetta gerðist hjá okkur í brúaránni að það kom svona rammi, svona 40 mínútur max. Það hlýnaði óbóðslega mikið. Já. Bara, og áin hlýnaði 0,5 gráðu. Þá líka gerðist allt saman. Þá fór allt á stað og við sáum flugu hér og þar. Þannig að þá minkar maður alltaf fluguna. Jú. Í svona vínilormar. Vínilormar mjög góðir hann í brúaránni. Kókurinn, babbinn, fasenteil og svona litla flugur. Já. Mjög vinsælega sko. Hver menn eru mikið að reyna að hitta á bleikjuna. Hver svona kjör aðstæði fyrir bleikjuna? Ég myndi segja fyrir hádegi og hérna
fyrir hádegi finnst mér að hafa verið svona besti tíminn. Já. Sko, það getur verið þegar kemur sól snögglega, þá hitnar sandbotnin fyrr, þá allt inn kveikna líf, þá bara matatími og þá að gera að vera með litla pöddur og vera duglegur að kasta. Þannig að, já, fyrir hádegi, mér finnst það að vera alveg æðislegur tími. Nákvæmlega. Talandi að núlla, ég fannst nú ansið skemmtilegt og áskemmtilega sögu. Við fórum við félagarnir í Brúarana og náttúrulega reyndum fyrir okkur alveg eins og við gátum og vorum kannski svolítið spenntir í stað þess að læða staða, þá kannski eins og þú segir hljópmaður að staðnum. Já. En þá voru menn í kringum okkur sem voru að fá hann, en við fórum heim með umhverfinu restinum. Já, þetta mjög algengt, þetta þekki ég bara sjálfur. Það þetta að fara og stilla sig inn í náttúrunni einhvern veginn, eða maður rólegur, sko. Já. Og sest niður og aðeins skoða svæðið og eins og ég segi, maður finnur það bara, maður einhvern veginn stiltur inn og maður ekkert æstur og stundum maður bara langar maður að fara að veiða og fá tökur og bogna stöngu og allt þetta, sko. Þá sjaldnast gerist það. Já, ég veit það. Það er bara svo magnað, sko. Þess vegna best að fara með það hugafara að njóta náttúrunnar og ef maður fær fíkt þá er það bónus. Það algjörlega, það er alveg mitt fix. Hvernig, svona áður en ég sleppir, þegar þú kemur að vatni eða fallegri á, sestu niður og skoður svæðið? Já, alveg klárlega og helst að keyra ekki nálagt, eins og sérstaklega með Brúara og bakkarnir og alls þar, ef maður keyrir nálagt, þetta vípar alls saman og þetta gefur víbringal út í vatn eða á. Þannig að ég dólaði mig bara bílinn svolítið frá og sest niður og horfa á hana, mér finnst það æðislegt. Það var maður svona núlstilla sig og skoða aðstæður og mér finnst þetta stórpart, staðinn fyrir að keyra upp á henni og skvetta sig honni og ætla sér að gera stóru hluti, það virkar ekki alveg, sko. Nei, það eru margir þannig. En það er sem sagt svona ráðið sem þú gefur og það er að bara læðast að þeim stað sem þú ætlar að fara út í. Já. Og við erum með tökuvara. Fyrir þá sem ekki kannski vel þekktir hérna? Já. Og gefa allir ánni séns. Þetta er náttúrulega, það er mjúkur botn og mikill sandur og svona. Og hérna þannig að það er einhverjum hólur sem bleikjan er núna árið og kannski ekki á næsta ári. Þetta er mikið, gefa ánni vel séns og Kerlingavík, Klöppin, Ferjunefið. Þetta eru svona staðir sem eru óbúslega þægilt að koma á stað og veiða. Grunnt og fínt. Breiðabakki? Breiðabakki, mjög góður. Og hérna, þannig að það er bara að rölta og hafa þetta bara notalegt og enga næsing, þá kemur þetta. Maður uppsker bara. Ertu með flotlínu eða? Ég er alltaf með flotlínu, já. Og hvað ertu með langan taum? Stangarlengd eða? Já, og rúmlega og ég er með teipuröðum taum. Það kemur betur út í svona litt, hún er svo viðkvæmur sá, hún er ekkert stór. Teipuröðataumur er bara svona eins og framlinga á fluglínunni og hérna og presentation eða þess að hún leggst betur, betra kasta og síðan er ég með dropper. Það er óbúslega gott að hafa dropper. Og draga bara hægt. Ég láta bara reka, bara upstream. Þetta er fyrst og fremst upstream á fyrir mér. Og hérna þó ég hef nú heldur sögum það að menn voru á Breiðabakkanum og búin að berja hann alveg vandlega á þess að fá högg. Svo kemur lítið strákur út úr bíl og pappans lætur hann á stöng og hann hendur lippunni út og tekur bleikju strax. Þannig að það er ekkert garanterað í þessu, sko. Nei, nákvæmlega. Svo er bara að gera prófa. Ekki spurning og vera með vínilorma og pröfa alla liti. Hvítarflugur hafa verið að gefa veluna líka, litla púpur. Bara að vera frumlegur. Nákvæmlega. Júlíus Gunnlaugsson hjá Flugukofanum. Yes. Svo höfum við það rétt, hvað ertu til húsa? Ég er í Keflavík. Út í Keflavík, já? Bílabænum. Aldrei veitur nú að maður kíkja á kallinn. Velkomin. Takk fyrir þetta og þessar upplýsingar og við fáum kannski að vera í bandi við þig. Bara endilega, takk sömuleiðis. Takk fyrir þetta. Takk. Já, bless. Bye.